Jæja, ég ætla þá að taka upp fyrirlestur, kafla 14.1 í bókinni, þar sem er talað hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á hraða efnahvarfa. Þannig að við erum sem sagt komin hérna í kafla 14. Og hérna erum við að tala hraðafræði efnahvarfa. Áður en ég hins vegar byrja á kafla 14.1, þess að hvaða hefur áhrif, þá ætla ég fyrst að tala þá þætti sem að verða að vera til staðar til að efnahvarf eigi sér stað. Og það að þegar við erum með efnahvarf, þá erum við oftar en ekki með einhver efni, hvarfefni, A + B, sem eru að mynda síðan efni C eða C + D eða hvað sem er. Og við getum tekið hérna sem dæmi, gætum við verið með hérna metan, sem að hvarfast við súrefni, og hérna erum við þá með hérna súrefni sem auðvitað tvítengi á milli tveggja súrefnisatóma, og þá myndast koldíoxíð eða CO2 sem að lítur svona út, og vatn, H2O. Það sem að þarf að gera til að gerast náttúrulega það í fyrsta lagi að þessi efni, hvarfefni, þau verða að rekast hvert á annað, þannig að árekstur þarf að eiga sér stað. Þannig að við getum sagt að í fyrsta lagi árekstur milli hvarfefna það nauðsynlegt. Nauðsynlegur. Það þýðir það að súrefni og metan þurfa að rekast hvert á annað til þess að súrefni geti hrifsað til sín vetni og mynda síðan CO2 og H2O. En það ekki nóg að það verði árekstur, heldur þarf áreksturinn að vera nægilega kraftmikill líka. Og það þá í öðru lagi þá að áreksturinn verður að vera nægilega kraftmikill. Nægilega kraftmikill eða orkuríkur, ég segi sem nota bara hvort tveggja. Kraftmikill eða orkuríkur. Til að það gerist sem að þarf að gerast í flestum efnahvarfum, og það það að þessi tengi hérna, þau rofni. Öll tengi hvarfefnanna í þessu tilfelli, það náttúrulega ekki alltaf þannig, en öll tengi hér þurfa að rofna til þess að atómur geti endurraðast í þessi myndefni. En blessunarlega þá rofnar ekki metan og súrefni án þess að það komi einhver utanaðkomandi orka til. Og það þá einhver lágmarksorka sem þarf til að rjúfa þessi efnatengi. Þannig að árekstur þarf að vera nægilega kraftmikill til að efnatengi hvarfefna rofni. Ég segi bara rofni. Þetta í rauninni þetta tvennt sem þarf að gerast. En það hægt til að hraða efnahvörfum á þann hátt að það hægt að láta sameindirnar fara hraðar til þess að þá fjölgar árekstrum og áreksturinn verða kraftmeiri. Og það hægt að gera ákveðna hluti til þess að lækka þessa orku sem þarf
til þess að rúa efnatengin. En það kemur svo að þá í þessum kafla 14.1. En eitt ætlaði ég að nefna þá hér líka og það er það að það skiptir máli þegar árekstur á sér stað, þá skiptir líka máli hver stefna hvarfefnanna þegar þau rekast saman. Ef það verður árekstur á þennan hérna hátt, en ekki árekstur ef þau rekast saman á þennan hátt eða þennan hátt, þá er bara hluti árekstrana eitthvað sem leiðir til þess að efnahvarf eigi sér stað. Þannig að ég ætla að taka þessa hérna mynd út sem var aðalega að sýna svona þessi, hvernig efnatengi rofna. En taka dæmi hérna sem sagt að í þriðja lagi, og þetta skiptir auðvitað máli þó að það breyti ekki alveg öllu. Það er erfitt að hafa áhrif á þetta. En það er það að afstaða hvarfefna hvors til annars. Og hérna er ég alltaf bara að tala ef við værum með eitthvað 2 hvarfefni, þarf að vera rétt. Og þá fannst mér ágætt dæmi sem ég held að sé búin að taka hjá öllum 7. bekkjunum og það er það að við ímyndum okkur að við séum hérna með tólúen, það er bensen með OH-hóp og síðan kemur hérna eitthvað efni sem að hvarfast við OH-hópinn og ímyndum okkur að þetta hérna efni, að þau eru sem sagt að rjúfa, ekki þetta hérna tengi heldur, að við myndum, þetta verði svona eitthvað svona skiptikvarf, þannig að við rjúfum burtu þennan hydróxíðhóp og þessi X-hópur kemur í staðinn. Þannig að efnahvarfi myndi þá leiða til myndunar á þessu hérna efni. Kannski eitthvað hérna, kannski er þetta hérna klórhópur eða eitthvað slíkt. En það er bara þegar X kemur úr þessari átt sem að efnahvarf getur orðið. Og þetta hérna myndi þá leiða til efnahvarf, svo ég segi hérna bara hvarf, að því gefnu að það sé hérna að já, það verður árekstur en að það sé nægilega orkuríkur þessi árekstur. Hins vegar, ef að þetta sama hvarfefni kemur hérna á fleygiferð úr öllum öðrum áttum, þá myndi þetta ekki leiða til áreksturs af því að þetta er of langt frá þessum hérna hydróxíðhópi til þess að hann finni eitthvað fyrir því eða efnahvarf getur orðið. Þessi afstæða hvarfefna, hún hefur sannarlega áhrif á hraða, efnahvarf, hversu hratt efnahvarf gengur, en þetta er samt sem áður fasti, að það er kannski bara 20% árekstra sem eru sem sagt, með þessa réttu afstöðu, en eftir því sem að auðvitað árekstrunum fjölgar, þá vissulega verða sem sagt, meiri hvörf á bak við þessi 20%. Þannig að vissulega skiptir það máli. En þá að því, þegar við erum að tala hraða efnahvarfa, þá erum við alltaf að tala styrk af hvarfefni og myndefni. Við getum litið svo á að hérna séum við með gas. Og við erum að velta fyrir okkur hver er hraðinn á því hvernig styrkir þessara efna breytist. Og venjulega erum við að skoða hversu hratt breytist eða minnkar styrkur hvarfefnis á tíma. Þannig að hraði, hann er gefinn í einingunni mólar á sekúndu. Þetta er sem sagt eining fyrir hraða í efnafræði. Mólstyrkur á sekúndu, ekki metrar á sekúndu eða kílómetrar á klukkustund, heldur mólstyrkur á sekúndu sem er að breytast. Þá ætla ég að taka þessa þætti sem að kafli 14.1 gengur út á. Og þegar ég að taka upp YouTube-vídeó sem ég vona að sé ennþá að takast upp, að þá ætla ég að stróka út, vitandi það að það er alltaf hægt að setja mig á pásu.
og segi hérna kafli 14.1 þættir sem hafa áhrif á hvarfhraða. Það eru 4 þættir tilteknir, skipta allir miklu máli. Og það fyrsta sem nefnt styrkur hvarfefna. Það sem sagt í þessu tilfelli værum við að tala aukinn styrk á A og aukinn styrk á B eða öðru hvoru og það myndi alla jafna leiða til fleiri árekstra. Því meiri sem styrkur hvarfefnanna sem að þurfa að reka saman, því líklegra að það verði árekstur og þar að leiðandi hraði efnahvarfsins meiri. Þannig við getum sagt að aukinn styrkur leiðir til fleiri árekstra það er kannski ágætt að setja hérna svona línu undir. Þannig að hann leiðir til fleiri árekstra þannig að efnahvarfið gengur hraðar. Þess að hvarfhraði eykst. Þetta svona hvað segir maður, svona segir sig svolítið sjálft og það er mjög þægilegt að maður hugsa þetta svona sem gassameindir sem að þá veit maður að þær eru sem sagt á sífelldri ferð, því fleiri sem þær eru, því líklegri á árekstri og þó að það sé ekki allir árekstrar sem leiða til hvarfs, þá allavega meiri líkur á því að það verði hvarf vegna fleiri árekstra. Í öðru lagi, sem líka svona mjög algengt að nota, þá það hitastig. Eftir þess að hitastig eykst, því hraðar ferðin á sameindunum. Það meiri hreyfiorka, meira orka í kerfinu, sem að leiðir til fleiri árekstra og orkuríkari árekstra. Þannig að hitastig skiptir miklu máli og það myndi þá vera að því meiri varmaorka sem kemur inn í kerfið, varmaorka inn í kerfið, því meiri hreyfiorku hafa sameindirnar eða hvarfefnin, því meiri hreyfiorka hvarfefna það leiðir til þess að þær eru sem sagt meiri ferð sameindirnar, að árekstrum fjölgar, þess vegna fjölgar árekstrum og þeir eru orkuríkari. Það eru fleiri orkuríkir árekstrar ef það meiri kraftur í árekstrinum. Sem þýðir það fleiri efnatengi rofna og geta þá mynda nýtt efni. Nú, í þriðja lagi eru það hvatar og þetta eitthvað sem að síðan tekið meira fyrir í kafla 14.5 þar sem verið að tala virkjunarorku og síðan líka í kafla 14.7 sem að ég fékk fyrirlestur frá Má fyrir það efni sem tekið lauslega. Og ég ætla vissulega að gera allavega glósur úr því. En ég ætla þá að halda áfram með þessa þætti sem hafa áhrif á hraða og það þá þessi hvatar. Í þriðja lagi, ef maður setur hvata út í efnahvarf og í lífefnafræði þar sem að við köllum þá ensím og það sem sagt að hvatarnir þeir lækka í rauninni orkuna
sem að þarf til þess að rjúfa efnatengi eða finna einhverja aðra hvarfleið. Þannig að við getum sagt að þetta eru efni sem koma inn í efnahvarf án þess að eyðast sjálf. Án þess að eyðast sjálf. Og það sem að þau geta gert til dæmis ef að við værum með eitthvað efnatengi eins og til dæmis, nú ég bara að búa til eitthvað eftir minni, segjum að við séum með efnatengi þar sem að við erum með eitthvað svona og það þarf að rjúfa þetta tengi til þess að efnahvarf geti átt sér stað. Þá eru oft fengnir málmar eða svona málmjónir jafnvel sem eru merktar með M og plús eða eitthvað slíkt sem að geta einhvern veginn fest sig á ákveðin stað á sameindinni og veikt efnatengið á milli. Að því að hluti af kerfinu, einhverjar rafeindir fara að dragast að þessum málmkomplex. Þannig að þetta tengi verður veikara. Sem þýðir það að það er auðveldara að rjúfa það, þarf minni orku til þess. Þannig að þetta væri svona áhrif hvata þó við þurfum ekki að hafa áhyggjur af því í kafla 14.1, en gott að vita að þeir lækka gjarnan orkuna sem þarf. Lækka orku sem þarf til að rjúfa tengin. Þannig að fyrir þau eitthvað sem ég búin að fara í gegnum kafla 14.5 þá erum við að tala um þennan virkjunarorkuna sem þá hægt að lækka niður. Og að lokum sem skiptir nú ekki síst máli, og ég ætla bara að leyfa mér að taka út þetta og gefa því þá aðeins meira pláss heldur en fyrirlestrum hingað til. Og þetta myndi þá vera ástand efna. Þetta er mjög mikilvægur þáttur. Af því þegar við erum að tala um ástand, þá erum við að tala um gasform, vökvaform, uppleyst efni í vökva og síðan auðvitað fastform. Og þá myndum við segja að gassameindir, ég ætla að setja bara fyrir aftan, gas, vökvi, fastefni. Þetta eru þá þessi mismunandi ástand á efnum. Gassameindir, þær hvarfast hraðast, þeir blandast svona gas blandast alltaf algjörlega á engri stund og gassameindir alltaf á mikilli ferð og því meiri sem að hitinn því hraðar fara þær og því meiri sem styrkurinn því fleiri árekstrar eru. En þær eru sannarlega þau efnahvarf sem að ganga hraðast. Gassameindir, mestur hraði, flestir árekstrar, og við getum sagt að yfirborðsflatarmál ekkert vandamál hvorki hjá gasi né vökvum, þá eru efnin algjörlega aðgengileg. Þannig að þetta myndi vera þá hröðustöð. Segjum bara, þetta þá það sem að gerist hraðast. Gassameindir. Síðan kæmu vökvasameindir. Og það þá næsti bær við gassameindir að þarna erum við virkilega, það mikill hraði en samt svona á allt öðrum nótum heldur en fyrir gas. En það að minnsta kosti þessi hreyfing og það eru árekstrar, þannig að við getum sagt bara,
hraði og árekstrar, þetta ekki vandamál og þessi efni náttúrulega eru, þessi yfirborð, hvernig þau mætast, að það ekkert vandamál með vökvasameindir, þegar við erum með vökva sem að efnir blandast þá 100% saman. Þannig að þetta væri þá svona aðeins hægar, segjum bara meðal. Ég bara að búa til einhvern mælikvarða meðalhraði og síðan erum við með fastefni og það myndi vera hægast, engin spurning þar. Og þarna skiptir máli og auðvitað er ég að einfalda þetta, auðvitað við með árekstra á milli vökva og fastefnis, á milli gass og fastefnis og gas í vökva og allt slíkt. En hún ég svona einhvern veginn að sjá fyrir mér þetta sé bara fastefni á móti fastefni, til að taka þetta svona með skýrum mörkum. Og fastefni, það náttúrulega þá náttúrulega engin hreyfing. Ekki, og þá ég að tala allavega engin svona færsluhreyfing. Þannig að mann ímynda sér sem sagt að efninum sé blanda saman og þá það svona spurning bara hver aðkoma þessara hvarfefna, hvort af öðru í einhverju samsetningu. En hins vegar skiptir máli að líka, og oft sér maður það frekar fyrir sig ef við værum með fastefni í vökva, að það skiptir líka máli hvort að fasta efnið á duftformi eða hvort þetta bara einhver klubbur. Og þá kemur þetta yfirborðsflatarmál inn. Ef þú ert með duft, ertu með miklu meira aðgengi eða meira yfirborðsflatarmál heldur en ef þú ert með svona tening þar sem maður kemst ekkert að efninu sem fyrir innan yfirborðið. Þannig að við getum sagt að skiptir máli að duftform það gefur hraðara efnahvarf heldur en, ég skal nú ekki segja, bara klubbur. Af því að þarna erum við að tala sem sagt meira yfirborðsflatarmál hér. Borð, flatarmál. Núna kemur út þetta hvort tveggja, þannig ætla ég að færa þetta. Duftform. Það eru hraðara efnahvarf heldur en klumpur. Það sem minna aðgengi þar fyrir efni. Og fyrir þau ykkar sem eru núna í 7. bekk á náttúrufræðibraut, þá tókum við tilraun í verklegu í fyrra og öðru ári, þar sem var verið að bera saman varma orku eða vermi, annars vegar fyrir sítrónusýru og matarsóta, þá var matarsótin á duftformi. Þá gerist efnahvarfið ofboðslega hratt að því sítrónusýran kemst strax að matarsótanum. Eða þá þegar við vorum með magnesíumborða sem var svona látið snúast upp svona svo lakkrísrúlla í spíral sem var settur út í saltsýru og síðan hrært svona reglulega í. Og það efnahvarf gekk miklu hægar og skrykkjóttara af því að auðvitað kom saltsýra bara alltaf að yfirborðinu. Og svo á endanum við þetta eittist sá borði upp líka. Þannig að þetta hefur mikil áhrif. Og líklega þá ekki meira þessi atriði að segja, þannig að ég ætla að láta þessum fyrirlestri lokið, sem þá 25 mínútur tæpar.